Komið sælir og blessaðir kæru sportdrekar. Nú ætlum við aðeins að kíkja á hátíðisdagana framundan, sjá hvað þið eru að bralla. Þetta verður bara stutt og laggott. Ef þið eru ekkert að halda upp á þessa daga þá verður þetta bara eins og hverjir aðrir dagar. Dagarnir framundan í desember. Og við byrjum á því að skoða hvað mun þessi tími fær ykkur. Hvað er það að fara að glíma við? Já. Ég get sleppt og verið öruggur með að almættið taki bara stjórnina. Því að það er allt stjórnlaust hvort sem stendur hér. Það að sleppa tökum er eitthvað sem að þið eruð að fara að gera núna næstu daga. Sleppa tökum á erfiðleikum, neikvæðum hugsunum, stjórnsemi. Það getur verið hvað sem að þið eru að díla við í ykkar lífi og ef til vill er þetta eitthvað sem er búið að íþyngja ykkur lengi. Og nú er bara kominn tími til að sleppa og upplifa frelsi á ný. Það er mikið æðruleysi í þessu spili, þannig að þið eruð svolítið að fara að díla við þetta að breyta því sem þið geti breytt og sætt ykkur við þar sem að þið hafið enga stjórn á. Og að sýna svo vit og þroska til að sjá hvort er hvað. Hvar er ég að stjórna einhverju sem er ekki mitt? Ok, þetta er smá leksía fyrir ykkur, kæru sportdrekar. En vonandi verður hún góð og ykkur takist að leysa þetta á jákvæðan máta, að sleppa tökum. Næsta spurning er einmitt, hverju þurfið þið að sleppa? Eða er eitthvað sem þið þurfið að breyta? Það er spil sem heitir ákvarðanataka af ótta. Einhver annar fékk þetta spil líka. Og það stendur nákvæmlega þarna kontról eða stjórn. Þetta er svo skemmtilegt. Sumar ákvarðanir og sumt val sem að þú hefur staðið frammi fyrir hefur verið tekið í ótta eða ákvarðanir hafa verið teknar af ótta en ekki í gegnum það sem að hjartað þitt er að segja þér. Þannig að þú er látið óttan eða egóið stýra ferðinni. Stígðu nú aðeins út úr því og veldu frekar að taka ákvarðanir með hjartanu eða með því sem að hjartað þitt veit að er rétt. Þannig sérðu sannleikann varðandi hvað best er að gera og myndi ekkert efast. Þannig að þetta er sem sagt spurning að leyfa óttanum ekki að ná tökum og þegar þið finnið þessa magatilfinningu sem ég kalla hann alltaf eins og sé svona krumla sem að krækir aðeins í kviðinn. Það er óttinn, það er egóið sem er að stíga inn og þetta er spurning að láta það ekki stoppa sig. Heldur horfast bara í augu við óttann og taka skrefið. Sólin er hinum megin. Ok, kæru sportdrekar. Þetta er einhvað sem þið þurfið að breyta. Því að ef til vill hafið þið látið stjórnast of mikið af þessu. Og þetta samræmist alveg spilinu hérna á undan að sleppa. Þetta er eiginlega að sleppa tökum á óttanum. Líka. Ok, þá höldum við áfram. Samskipti ykkar yfir hátíðirnar er eitthvað þar sem þarf að skoða.
eða laga. Það bara svaka uppfærsla í gangi. Einhver þroski, einhver viska, einhver lærdómur sem kemur inn og veldur því að þið taki bara þroskaskref. Kannski þið að öðlast einhverja nýja tengingu við almættið eða Guð eða hvað sem þið kallið þennan æðri mátt. Ef þið vill fáið einhver skilaboð sem verða til þess að þið takið beygju og ákveðið að horfast í augu við óttann og stíga einhver skref sem að þið voru mjög hræddir við að taka áður. Eitthvað allavega verður til þess að það verður meira háttar breyting í ykkar lífi eða á ykkar líðan kannski líka. Vegna þess að þið leyfið almættinu að vera með í partíinu. Þið leyfið almættinu að vera með í ákvarðanatökum ykkar líka. Ok, frábært að sjá þetta. Hverju megið alls ekki gleyma yfir hátíðirnar? Kæru sportdrekar. Hringnum lokað, eitthvað sem að þið klárið. Þið hafið valið að læra af mistökum ykkar og fara fram á við og loka hringnum. Ok, það verið að tala ykkur sem svona lagskiptar personur og hvert lag af ykkur þið hafið ákveðið að taka ykkur í sátt og allt sem þið hafið gengið í gegnum eða hvert lag hefur gengt ákveðnu hlutverki. Nú finnið þið fyrir kraftinum, innri kraftinum ykkar og að þið hafið verið ákveðnir, kæru sportdrekar, margborgar sig og þið hafið tekið stjórnina svolítið á ykkar líðan í ein hendur. Verið stoltir af ykkur og leyfið ykkur að vera í þessu flæði áfram. Þannig að hérna greinilega ákvörðun sem þið að taka án ótta sem verður til þess að þið lokið einhverjum hring, klárið einhvern kafla sem öllvill hefur verið að bögga ykkur hingað til. Þetta svo flott. Sleppa tökum á óttanum, takið þroskaskref og klárið kaflan. Gæti bara ekki verið flottara. Og þetta eitthvað sem þið megið ekki gleyma, sjáum við til. Næst það, hver verður dýrmætasta gjöfin sem verður gefin eða þegin þessar hátíðirnar. Skrítið hvernig ég vil alltaf hlæja því þetta spil. Þetta spil heitir hlátur. Það ekkert fyndið við þetta spil, en þetta kveikir á hláturstöðinni minni. Þetta besta gjöfin ykkar, dýrmætasta gjöfin ykkar. Þessi jólin og áramótin. Það verður hlátur. Eftirvill eru þið að öðlast nýjan létti við að sleppa öllu þessu sem að bögga ykkur áður og loksins þið farnir, kæru sportdrekar, að geta hlegið innilega. Kannski gefur einhver ykkur hlátur. Þið getið verið að fá, til dæmis bara eitthvað fyndið að gjöf, kannski leikhús sem fyndið eða eitthvað slíkt, eða bara það að hlæja saman, að hlæja með ákveðnum manneskjum. Það getur verið alveg óborganlegt og ekkert betra en það þegar að þið getið hlegið með fólki. Að hlæja með fólki og að þegja með fólki. Það er mjög mikilvægt og ekki allir sem að ná því. Frábært að sjá þetta og bara svona búblandi gleði sem að kemur með þessu spili. Dýrmætasta gjöfin ykkar þessi jólin. Þetta verður gleði jól hjá ykkur, kæru sportdrekar. Dásamlegt. Svo hérna óvænt element, eitthvað sem kemur ykkur á óvart. Skulum sjá. Fáið ekki bara sportdrekarspili sjálft.
Nýtt tungl í sportdreka, ég veit ekkert hvenær það en þarna eru þið og hvað haldið að þið séu að gera? Þið eru að vinna ykkur í gegnum óttann. Það ekki hægt að skálda þetta. Þetta það sem eftir að koma ykkur mest á óvart. Kannski eru þið, hafið þið ekki svona mikið álít á sjálfum ykkur að þið haldið kannski að ykkur takist ekki að gera þetta. En það á eftir að koma ykkur mikið á óvart. Þetta getur auðvitað verið einhver annar líka sem að vinna sig í gegnum óttann og kannski með ykkur á einhvern hátt. Ef til vill kemur ykkur á óvart hversu auðvelt þetta verður eða bara að þetta sé ekki eins stórt verk og þið hafið haldið hingað til. Þetta fallegt og ég tengi hláturinn við þetta vegna þess að leið þú ert ekki hræddur lengur og lætur ekki stjórnast af ótta, sleppir tökum, þá þetta bara pláss fyrir gleði og þar af leiðandi hlátur og velja. Þetta frábært kæru sportdrekar, til hamingju með þetta. Engillinn sem kemur hérna fljúgandi með skilaboðin til ykkar, hann segir: slepptu afbrýðissemi. Afbrýðissemi gefur til kynna að það sé eitthvað sem að þú hefur ekki og alheimurinn mun nákvæmlega taka við þeim skilaboðum. Já, það að segja að þetta gefur til kynna að það sé skortur á einhverju hjá þér af því að þig langar í eitthvað sem einhver annar hefur en þú hefur ekki. Leyfðu öðrum að njóta sinna ávaxta og láttu það inspirera þig frekar en að valda þér svona mikilli vanlíðan. Ef aðrir geta haft eitthvað eða eignast eitthvað, þá getur þú það líka. Og þú þarf þá bara að finna þér þína leið til þess að öðlast það ef það það sem að þú vilt. Að sleppa afbrýðissemi og öfundsýki og kannski reyna að vera þakklátur fyrir það sem þú hefur. Ok, kæri sportdreki, mér sýnist þetta ætla bara að vera góður og gjöfull tími fyrir þig og til hamingju með þessa uppfærslu. Gangi vel að sleppa óttanum. Ljós og kærleikur.